Justin Bieber með lagið Boyfriend til að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 föstudagur og ég veit ekki með ykkur en ég í þvílíkum fíling og það þvílíkur heiðursgestur mættur hérna í stúdíói. Það góð vinnu minn Ofurhugi sem mættur sem gestastjórnandi þetta. Vertu velkomin. Takk fyrir. Ég er búinn að væla lengi í huga að koma hérna og hann reyndar búinn að væla lengi mér líka. Hann vil meina að það sé comebackið sitt í fjölmiðla, ekki satt? Ertu þroskaheftur, Blöndar? Áttu við vandamál að stríða það? Þetta samt fyrsta sinn, þú hefur ekki verið lengi í fjölmiðlu núna. Ekki neitt. Ekki sinn og lagðir gula gallanum á hilluna. Já, ég meina menn hætta bara stundum að gera það sem þeir eru að gera og fara að gera annað eða ekki? Jó, en svo sagður við mér áðan, rétt ára kvektum á mikrofónunum. It's time for my comeback. Akkurat, nákvæmlega sem ég sagði og nú minn tími til að skína. Já, komin með comebackið. Þú ekki verið í útvarpið það? Nei, ég kom viðtölu og svona fattur en ekkert eitthvað setið og stjórnað útvarpsþætti eins og rockstjarnan Blöndal. Þekki, svona á peppa menn upp svona í byrjun þáttar. Við erum líka með rosalegan þátt fyrir ykkur kæru hlustendur. Helgi Björns, Holy B, hann á leiðin innan til okkar í viðtala á eftir. Við erum með föstudagsslagið, það Chubby Little Swessman. Það reyndar ýmislegt sem ég þarf að spyrja Svessa á eftir, komum betur inn á það. Svo eru það, skal ég eitthvað segja, við ætlum að fara í pep-hotnið, sturlaða staðreyndir. Við erum með, ég er með svona smá óvæntan glaðning hérna á eftir. Get ekki sagt ykkur núna hvað það en ég get lofað ykkur þeim munu hafa gaman að. Og svo ætlum við ætlum að tippa þig ekki og heyra í Hannesi markmanni, landsliðsmarkmanni. Jú, svo getur líka verið með tippráð fyrir fólk fyrir helgina eða vill, sko. Já, þegar nú EM byrjað, það að byrja og allt að gerast. Það nefnilega, sko, það IAK í kvöld í bikarnum. Já, risalegur. Og ef ég og þú hendum ykkur seðil, þá ekkert verra fyrir okkur að geta hringt í markmann KR, landsliðsmarkmanni. Nei, hann mikil völd, náttúrulega, hann markmaður, hann getur bara látið boltan fara inn, eða ekki? Hann gæti við getum fengið hann með í tippfélagi okkar, tippfélagi Hugi og Ötti og hann fær bara góðan kött. Já, hann getur líka fengið einhvern sæning á bónus eða eitthvað fyrir að koma inn í félagi fyrir lítinn penning. Það verður rosa þægilegt að hafa landsliðsmarkmann með sér í liði þegar maður að tippa. Já. Og bara, hvernig tippuðu þið? Við tippuðum 3-0. Ítlan pirrandi. Svo getum líka alltaf svona fengið info hjá honum, fengið svona að vita hvernig stemningin í klefanum. Já, það erum að spyrja hann að því eftir hvort það sé stemning í KR-hóttinu, en sko málið hefur einhvern tíma spurt fótboltamann, hvernig stemningin liðinu fyrir leiknum í kvöld? Og hefur einhver sagt þér, hún bara ekki nógu góð? Já, Tryggvi Guðmunds sagði þetta einu sinni um mig. En það var bara eitthvað vanlíðan í honum, held ég. Já, ok. Það var eitthvað vesen á þeim tíma? Já, bara þá. Eitthvað þingaði kallir með eitthvað. En það sko, það hefur aldrei verið þannig að þú talar við eitthvað. Ég var líka að hugsa þetta daginn. Ég var svo eppi vorum að spáði búa til leiðilega viðmælandan í útvarpi. Af því alltaf að fara einhvern tíðin í útvarp. Það alveg sama hvað að gerast í líf hans. Tala ekki þú kemur á FM. Maður segir, jæja, hvernig ertu? Herðu, ég góður maður? Já, eða ekki? Og allt gott að frétta? Já, bara ástæðlega blúsandi siglingu. En hugsaðu þú fengið mann til og myndi taka herri, jæja, hvað að frétta þér? Herri, ég bara ekki nógu góður. Nei, hvað að hrjá kallinn? Þið kemur það bara ekki við. Nei. En annars góður? Nei, ég ekki góður. Nei. Og hvað framundan? Það bara eitthvað svart og leðilegt. Húsið mitt var að brenna Já, þetta var skemmtilegt viðtal. Þannig að við vorum að spáði að henda í erfiða viðmælanda. Þetta getur verið skemmtilegt með einhverjum öðrum heldur en mér. Ég ekki alveg nú að skemmtilegur í þetta. Nei, þú ert ekki leiðilega viðmælandin allavega. Nei, klárt. Lofar ekki stuði hér í dag? Já, svona, við ætlum að reyna að halda uppi svona föstudagsfjörinu, eða ekki? Fær maður að meiða Ofurhugan? Auðun, þurfum að fara oft yfir þetta, hvort sem útvarpið ekki útvarpið. Getur þið ekki, maður skallaði borðið þarna? Já, einmitt, haha. Hvort er með þig? Er það ennþá fyndið að með þessi? Er það bara alltaf fyndið? Já, til dæmis, nú eru akkurat í dag, 3 vikur evrópski draumur að vera frumsyndur. Ég held að fólk minna að hafa gaman að þegar heimsmeistarinn í MMA tekur okkur steinda og lemur okkur eins og harfisk. Já. Þannig að ég held að sé alltaf fyndið í sjónvarpið þegar einhver með þessi. Gæti verið það. Í sjónvarpi, já, í útkvæð, skalla borðið í útvarpi og fólk bara náttúrulega... Við getum tekið upp og getum hendið inn á Twitter. Ok, snill. Þú ert með lausn með öllu. Ég er með lausn með öllu og við erum kæru hlustendum með frábæran þátt fyrir ykkur í dag enda ég held að sé ykkur 15 stig úti og allir bara í summer feeling. Byrjum þetta á lagi sem er gríðarlega vinsælt á stöðuna þessa dagana. Rihanna, Where Have You Been? Nákvæmlega Hugi, Where Have You Been?
nánast samið Huga Halldórsson eða Ofurhuga, Where Have You Been? Þarftu að segja Ofurhugi við einhverja einustu skipti sem þú segir hugi? Nei, mér finnst það bara svona skemmtilegt því að það var eiginlega fjölmiðla nafnið þitt. Já, en ég minna, þú veist, Latti ekkert Elsa Lund, skilur, hann heitir bara Þórhallur Sigurðsson. Góður punktur, þannig að þú vilt meina að þegar þú varst upp á þitt besta sem Ofurhugi þá leit fólk á þig sem bara nýja Latta. Nei, ég alls ekki segja það, ég var karakter, ég bjóð til mann sem var þarna í sjónvarpi, sko. Já, fyrir yngstu hlustendur að núti og sem eru að hugsa hver Ofurhugi, þá það strákur sem var í gulagallanum í 70 mínútum og tók að sér svona erfiðustu verkefnin. Mátt eiga það? Já, þetta var nú eiginlega þannig, þetta var orðið þannig að þetta voru áskoranir sem þið nenntuð ekki að gera, létu mig gera það. Já, svona erfiðust. Já, þú veist, ég fattaði ekki þá, en eftir að hugsa mig að þeir nenni þess ekki að láta mig gera þetta. Já, var samt eitthvað svo stressandi að sjá því þessu öllu saman. En það styttist hér í föstudagslægið, Sverrir Bergmann rétt og kominn. Við ætlum að heyra í landsliðsmarkmannum Helgi Björns og fleiri. En það komið að slúðrinu hér í FM 95 Blö, eins og alltaf á þessum tíma dags og já, ég ætla að byrja slúðrið Hugi á Charlie Sheen. Já. En hann var hér í viðtalið á dögunum þar sem að vera að spurja hann út í sambönd í gegnum tíðina og hvað hann væri búin að vera með mörgum konum og já, hann sagðist nú ekki hafa töl á því hvað hann væri búin að vera með mörgum konum. Það væri engin neinn svona sérstök í lífi hans í dag og hann sagðist að hann væri ekki að hitta hann einna. Vildu var þetta Charlie Sheen eða var þetta þig? Charlie Sheen. Já, ok. Já, en svo þetta eitt hérna sem að reynda kannski tengist með pínu því að hann segist vera rosalega pikki hann Charlie Sheen og hefur oft hætt með konum að því að það eru með ljótar fætur. Já, út með svona tásafettis. Nei, ég bara með ógeðslega tær. Já. Ég svona vona að sé ekki margar konur að úti með sama fettis og Charlie Sheen. Þá ég ekkert í allt og góðum málum. Ég með svona nettar hobbitatær. Það er svona, ég veit ekki íslensku orðið, en það eru svona grísi, það er eins og séu alltaf sveittar og ógeðslega. Nei, rólegur, það er sko eina sem er að táslunum mínu. Nú er ég alveg búin að stúdera þetta, því að menn vilja meina sem er ljóta tær. Þú ert komin í tásubransan, ég veit. Já, sko, eina sem er ljótið þetta mínar er að þær eru pínu svona fatlaðar. Því að stóra táa mín, þeir undir tanna sem er við hliðina á henni. Það er svona, sérðu, hérna, það er eiginlega skrítnasta við þetta. Annars er þetta bara... Ja, þetta er ekkert í fyrsta sinn sem ég sé þetta ógeð. Þú þarf ekki að flagga þessu. Hún fer bara hérna undir. Hvað er að? Annars er þetta bara eðlilegt. Já, ég hef oft séð þetta, en það er ekki að sína mér þetta. Það er svona eins og ég hef alltaf verið í allt og litlum skóm þegar ég var krakki. Þannig að mamma hefði bara keypt á mig skónum með, þú veist, 20 og eitthvað. Nei, mamma hefði litið nota skóna of lengi. Já, gæti það. Hún tímdi ekki að kaupa nýja. Já, við vorum ekkert að splæsi allt og mikið af skópunum að nýðufellinu, sko. Nei, það segir sér svolítið. Gæti líka vel verið, ég hef bara verið skóm af Mæju systir. Já, þess eru það svona. Hvernig eru þá lappirnar á Dæju? Dæja, hún er ekki með lappir, hún er með hófa. Allt í rugli þar hjá yngri systur minni. Herru, allavega þá er það þannig að Charlie Sheen stelpur, ef þeir eru með skrýtna tæra þá er það turn off fyrir Sheenaran. Svo er næsta slúður, það er hún Gwyneth Paltrow, hún er núna í einhverju smá vesinni. Ég reyndar verð nú að vera sammálanni hérna, en já, Óskarsverðlauna hafinn Gwyneth Paltrow kom sér í vandræði á samskiptasíðinu Twitter á föstudaginn. Gwyneth setti þá en mynd á Twitter síðu sína af tónleikum rapparana Jay-Z og Kanye West í París, en Gwyneth er náinn vinkona Beyoncé sem er einmitt eiginkona Jay-Z og var með henni á tónleikaferðalaginu og undir myndina skrifaði leikkonan Niggas in Paris for real og vísaði þar í lag þeirra félagar Niggas in Paris. Gallin er sá að það var allt vittlust á Twitternum hennar og fólk að spyrja hvernig hún geti verið með N-orðið og bara basically að rakka hana niður og þá svara hann hér hérna já, leta hann að heyra það fyrir að nota þetta orð. Leikkonan setti svo einn annan tíst þar sem hún bað fólk um að róa sig og hún væri augljóslega bara að vitna í titil lagsins. Það er svolítið erfitt að með ekki segja Niggas in Paris þegar lagið heitir Niggas in Paris. Já, þetta er kjánulegt. Já, þetta er mjög steikt. Það er bara kjánulegt að vera fúll yfir þegar lagið heitir það, sko. Ég líka meina ef hún er besta vinkona Beyoncé og Jay-Z, þá efast ég hún hafi farið inn á Twitter-síðuna sína til að vera með eitthvað rasisma og láta menn heyra það. Nákvæmlega. Hvað er svona íslenskt orð sem má ekki segja? Sem má ekki segja? Er það til? Já, bara sama orð nema, þú veist alveg hvað, ég er ekki að fara að segja, er það að reyna að veiða mig eitthvað? Nei, ég er bara að spurja. Sko, málið er, ég og Pétur vorum með að ræða þetta miðvikudaginn, þetta er rosalega viðkvæmt og maður veit ekkert, sko, ef ég myndi segja eitthvað orð, þá myndi ég aldrei vera, ég er null rasismi, sko. Já, ég meina saman hér, hefði séð manna amerískum afrískum, já, bara blökkumann. Já, ok, blökkumann, það er, ok. Ég held að sé það, já.
Já, þá nota maður það orðið ekki. Já, hún nota bara ekki N-orði. En þarna var hún í smá vesina því að hún var að vitna í lag sem heitir Niggas and Paras. Það svona, þú veist, þeir svörtu mega nota N-orðið en ekki við hinn. Það basically máli. Já, ég sá einhvern tímann eitthvað vídeo að vera að útskýra af hverju þeir mætti gera það en ekki við. Já, ok, það var vídeo með því bara. Já, ég var engunar. Nei, það sko, maður getur ekki sett í þeirra spóreindar, ég ekki svo vittlaus, en ef einhver myndi til dæmis setja á Twitteri minn, hey, cracker, úrstu ömulur, einhvað krakkar, ég myndi bara, ok, wow, ég cracker. Þá síðasta slúður dagsins og það af sigurprófunum Ryan Gosling. Móðir hans var að útskrifast í Kanada daginn frá háskóla eða from Brock University og hann ákvað að mæta og styðja mömmu sína, hann frá Kanada þessi drengur og mætti með kærustunum sína Evu Mendes upp á arminn, nema það að þegar hann mætti þarna á þessu útskrift að þá bílaðist allt og það var bara eins og bílarnir hefði verið að mæta á sínum tíma og fólk heimtaði eiginandraráðanir myndir og annað sem hann reynda varð við en neitaði viðtölum því að hann sagði að þetta væri nú dagur mömmu sinnar. Þannig að, ég veist ekki að hann var frá Kanada allt, til dæmis, Ryan Gosling. Ég veit ekki. Veist ekki verið þetta er? Nei, ekki vera svona vitlaus. Hann kom hingað, eða ekki? Það var ekki allir komið hingað? Nei, Ryan Gosling hefur lítið verið hérna, sko. Þú veist alveg hvernig ég skal sína það var einhver í einhverjum glíþáttum með eitthvað sem kom hérna. Hvað var það aftur? Það var ekki Ryan Gosling. Nei, Þetta er heitasti leikarinn í Hollywood í dag, staðfest. Hann svona ljósarður, eða ekki? Jú, ljósarður. Jú, ég held ég veit ekki hverju þetta er. Var valinn kynþokkavesti karlmaður heims daginn. Já, ég verð líka eiginlega að gefa honum það. Ég spila nú ekki með því liði, en fjandinn, hvort að maður myndi henda honum á rúminu, það er svo annað mál. Þetta var slúðurpakki dagsins, við viljum að fara hér í Chasing the Sun með The Wanted. Þetta upp á slæðan Sjöppa K. Ég veit að hann er að fíla þetta. Að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 Ötti og Hugi með ykkur hér til 6 í dag. Styttist í Helga Björns og Sverri Bergmann sem kemur hérna með föstudagslægið. Við erum með ímsa fasta liði, slím í peppotni hér á eftir en Hugi, það sem ég er nú með þig hér, gamla ofurhugan og það eru pottet hellingur og liðan úti sem að langar að heyra í þér og vill spyrja þig spurninga. Bara svona, hvað er að frétta af ofurhuganum, hvað var svona hitt og þetta. En ég ætla að opna þetta fyrir síman 511-0957 að gera hringja. Þau eru með einhverja spurningar ef það eru grjótharðir ofurhuga aðdáendur að núti. Bara rauðgló allar línur. Já, herri, maður sjá, ég ætla að opna hérna. Þetta er nú strax einn kominn, FM 95 Blö, góðan daginn. Blessaður þetta. Nei, sælvinur. Blessaður, þú mikli meistari. Er þetta Brjálbryggi? Já. Herðu, þú er nú ekki hringt inn á þér. Nei, en ég varð að ringi núna. Nú? Er þetta ekki mesti meistarinn úr strákunum hann með þér? Já, ofurhuginn. Ofurhuginn? Já, hann er þetta með maður. Er hann annars? Sælinur. Blessaður. Hvað segir Brjánsi? Þú ert minn næst uppáhalds gæi í strákunum. Æ, gaman að heyra. Ég vil rjánaði með það. Býtu hvað þá, eftir Sveppa eða? Sveppi nummer 1. Svo var ofurhugi. Nú, ok. Svo var meistari Ötti Blöndal. Já, var ofurhugi fyrir ofan mig hér? Sko, frændi minn, þú varst uppáhaldið á frænda mínum, en Sveppi minn, en þú varst í þriðja á mér. Ok. Hvað vilt þú spyrja ofurhuga? Ofurhugi? Já. Áttu þér þá með gula gallan? Ég held ekki. Ég var bara að flytja fyrir árið síðan. Ég held ég að hendu svo öllu. Það var allt skítut og einhverjum bónusboka. Það var mjög nettur, sko. Já, þetta var... Eitt ykkur að gellur út af þetta? Já, það fá ekki allir eitthvað svona smotteri út á það að vera á skjánum. En hvað er það svona rugglegasta sem hún gerði? Það er klálega gröfuatrið, fyrst þú ert að spurja að Brjási. Ok, mannstu voru fórst að stökkbrettið á magan? Já, það var þetta fyrsta sem gerði. Það var á poptíu. Já, sundhöllinni. Hvernig er það eiginlega? Það er mjög vond. Ég mæla ekki með því. Sveppi þurfti að koma og bjarga mér, ég druknaði. Þekkir þú Sveppa? Já, hann er mikill meistari. Já, Sveppi og ég erum ágætins vinir. Já, þú ert að hringja svolítið í hann, ég hef heyrt aðeins að því. Manstu þegar að hann fór í gegnum bílaþóttastöðuna á pulsunni einni? Já, það var snillt. Hvað sagði hann eða eftir það? Hann var rosa hress, hún var bara skemmtilegt, hún ekta Sveppi. Hvað sagði hann? Ég maður ekki bregja. Þú veist að hann fattaði upp á
Crazy in the Brain House. Já, hann var með á símhringing alveg heil lengi, sko. Ok. Sveppurinn á það. Já, sveppurinn má eiga það. Áttu ekki mikið manni í dag, eða? Já, nei, maður var nú reyndar ekki ríkur á þessu flippi. Ok. Ríkur af minningum? Já, ríkur af minningum, sko, en lítið af seðlum, sko. Vantaði manni? Mér vantar manni núna, ég langar í nokkra kalda núna helgina, mér vantar manni. Nú, ok, hvað ertu blankur? Getur þú kannski redda mér því, eða? Já, hvað erum við að tala um? Eitthvað vesen á kallinum? Jú, skall, það er kipur. Kipur? Já, jú, kemur ekki bara niður þér, ég verði hérna, ég held sér með þetta bara hérna í veskinu. Ég var að EM að byrja. Já, það er byrjað. Það er kemni Mongolíta. Ég fattaði upp á þessu, ég á þetta. Já. Þú mátt eiga þetta skuldlaust. Ef einhver annar segir þetta, þá á ég þetta. Já, það er enginn að reyna að stela neina af þig, Brjálbreki, ég get alveg lofað því. En ofur því. Já. Herri, ég sá að senda með tölvupost með næsta, hvað varst að biðja um, að fá að koma að blanda ógeðstrykk næsta 50. Ég er umlega með, er ekki ofur því að búa til þetta? Jó, ég er framleiða sjónvarpsþætti. Ég og Svepp erum með hugmyndaþætti. Ok. Falin myndavél, ógeðstrykkur og svo alltaf áskorun. Æ, Brjál, þetta er svolítið kunnulegt, sko. Já, þetta hljómar svona eins og maður sé þetta á ringstöðar. Þú ert basically að lýsa 70 mínútum. Já, þetta verður svona extreme. Já, ok. Svepp vil gera þetta svona extreme. Já, hvað var hann búinn að fá sér marga? Klukkan hvað heitur hann? Þegar hann félst á þessa hugmynd. Þetta var bara með eitthvað morgunin, sunnudagsmorgun, svo 6:30. Í einhverju beði eftir á dottið með pelan. Nei, þetta er meistari. Já. Ég ætla mér ángað bara að heyri þið. Já, þú er snillingur, ég er mikill aðdáðandi. Takk fyrir að ríkja. Alltaf fram að búa til nýtt efni. Ég er með uppistandi kvöld, eða vil ég gefa 2 miða í loftkastalunum, klukkan 9. Nei, gefa 2 miða á gestalista? Gefa 2 miða á það á gestalista, þið viljið. Já, ok. Ertu bara einn eða? Er einhverju með þér? Ég er einn. Já, ok. Þetta er 2 tíma prógram. Vá, ertu búinn að hlaða í 2 tíma prógram? Já. Já, glæsilegt. Og sem sagt, það er 300 krónur inn. Þannig að 300 kall í Fossölu og 500 kall í Hörðina. Já, ok. Held ég. Er Fossölu ennþá í fullu gangi? Já, frændi minn ætlaði að selja þetta, hann er búinn að vera veikur alla vikuna. Já, ok. Þannig að hann náði ekki alveg að auðlýsa þetta. Þannig við meðum henda 2 mann inn. Já, ég er bóðsmiði fyrir 2 og bara kennitala við Hörðina. Ok, glæsilegt. Frændi minn verður í Hörðinni. Það er frábært. Er þetta alltaf sami frændiðin eða áttu marga? Já, fullt af frændum. Ok. Þetta er frændi minn sko þannig að frændi mömmu minna, hann er eiginlega ekki frændi minn, hann giftu frængu minni þessi. Ég kalla hann frænda minn. Já, sniðut. Brjálbreki, alltaf gaman að heyri þér og ég þarna fekst að dæla spurningum á hugan, ég heyri þér á 5. Aldrei að vita ég leiði þér að blanda ógeðstrykk. Takk hérna. Herru, sjáumst innur. Já, þetta var Brjálbreki, þar klóa allar línur en ég hugsa við látum bara Brjánsan sjá þetta í dag. Er það ekki? Jó, sko, ég er sveimið þá ef hann blandar ekki ógeðstrykk hérna á 5. Hann er búin að biðja mig svo oft þetta. Við ætlum jafnvel að hjóli þá 5. Herðu, þetta var óvænt og skemmtilegt. Þetta er líka skemmtilegt en ekki óvænt. Paris, við vorum að tala þetta lag á hann. Niggas in Paris. I don't know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hot, motherfuckers wanna find me. Hamborgarafabrikan fæst í Hagkaup. Fabrikuborgarar, fabrikusósurnar, grísarifin, fabrikuísinn, skyrtertafabrikunar og gulrótarkakan. Grillbók fabrikunar fylgir frítt með. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Faldur Lottóbóttur stefnir í 70 milljónir. Lifðir smá lottó. Nýr og sjúklega góður Milky Bar Crushes. Ískaldur þeytingur á KFC. KFC, svo gott! Kíktu á fmiceland.is. Mikið úrval af heimilis, ferðunar og snyrtivörum.
Það happy hour á Hamborgarafabrikunni í kvöld frá klukkan 10 til 12. Þar gleðin á góðu verði. Við sköllum í bæinn. Hamborgarafabrikan. Opið til klukkan 11 í kvöld. Skemmtigarðurinn Smáraland. Þetta eru appelsín grillveðurfréttir. Grillveðrið, föstudaginn 8. júní. Prýðileg grillskilyrði víða land, þó hvassara suðaustanlands, þannig að hotfyrringar velji þykkar sneiðar. Þær fjúk ekki. Og 2 lítra flöskur á appelsíni. Þurft víðast hvar og hiti 7-15 stig, þannig að ekki ráðlegt að grilla bera á ofan, nema kannski á höfuðborgarsvæðinu og þá aðeins í góðu samráði við nágrannana. Verið þið sæl. Það appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Close hér á FM 957 þeir að hlusta á FM 95 Blö og hugið með ykkur til 6 í dag en hingað í stúdíó kominn góðu gestur og já, sveimi þá ef þetta ekki bara svalasti maður Íslands, það Helgi Björns, verður velkominn. Jesus Christ, þakka þér fyrir. Já, ef einhver stendur undir nafninu svalasti maður Íslands þá þú ferð langt, held ég. Þakka þér fyrir. Ég verð að gefa þér það. Það er eins gott að það sést ekki undir borðið hérna. Þú mun aldrei skammast yfir það sem er undir borðinu. Það menn eru vel niðurvaxnir. Hvað að frétta þér? Mjög gott. Já, það alltaf nóg að gera hjá það núna. Já, það alveg mikið núna, afsakið blóðsynnin. Já, það nýr þáttur á sunnudaginn. Já. Svo byrjum bara á blogginu. Já. Og vorum að tala það. Hvað, nýr þáttur á Stöð 2? Sprettur. Sprettur? Og hvað þetta? Þú ert allur í hestunum með það? Já, svolítið. Ertu búin að vera lengi eða? Þetta svona í seinni tíð kannski? Já, þetta nú orðin svona 15 ár. Já. Þetta er svona della sem maður bara dettur inn í. Þetta er einhvern veginn aldrei heilla mig neitt rosalega en... Jó, sko þegar byrjar að fara í ferðir, sko. Svona lengri ferðir, 3, 4, 5, 6 og viku 10 daga ferðir, þá náttúrulega bara... Er það til? Já. Vikuferð á hest? Já. Bara með tjaldið það? Hvaðan kemur þú? Söðakróki. Kemur þess að frá Söðakróki? Skagafirði? Já. Ætlar að segja mér að þú hafir ekki hugmynd um það? Nei, ekki vikuferð á hesti, menn ég veit viku utanlandsferð. Já, það tekur viku. Þetta er eitthvað sem við svo að þetta búa til alls konar vikuferðir. Gallabagnýrðra og siðra og hérna... En hvernig þú ert í vikuferð? Eru menn bara vel í því á hestinum? Nei, en það er náttúrulega á kvöldin á ég hafa grillað eða gert eitthvað skemmtilegt svona kvöldvökur og fengið sér smá rauðvín og svona. Já, svona lekkert. Já. Ég fíla það. Og hvað, þátturinn, hann er á sunnudaginn, Sprettur? Þetta er svona smá uppbytun svona fyrir landsmót, sko. Það landsmótið er núna í Reykjavík, í Víðidal. Ok. Í lok júní. Já. Og það er mikil stemning náttúrulega í kringum það alltaf og mæta það 10-15 manns og mikið að vera þetta fyrst og fremst sko stjörnurnar eru náttúrulega sko hestarnir sjálfur. Knaparnir má segja að séu svona undirleikarar. Svona aukaatriði. Já. Og svo er náttúrulega mikið skemmtiatriði líka. Það er náttúrulega sko það er kvöldvökur á hverju kvöldi hana, 50., 1. laugardag og sem endar með risaballi niður í Laugardalshöll. Ok, stemming. Og þarna verður fullt af flottum artistum. Við fjallabræður eru þarna og... Þú að fara að syngja sjálfur? Já, reiðmennirnir náttúrulega og verða þarna og Papar, Valdimar, Klaufar, Ingo og Veðurguðinn. Er til hestamaður sem lætur þessa hátíð fram á sér fara? Nefn að neyja bara ekki heimagengt? Já, flestir, ég hugsa nú að flestir svona sem hafa verið... Svona ásatíð eða ekki? Jú, þetta er náttúrulega bara eins og heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Já, fyrir hestamenn? Já, þetta er á 2 ára fresti. Ég held að hestamennskan sé svolítið eins og golfið. Ég hafði aldrei áhuga á golfið, svo þegar ég byrjaði að spila þá gæti ég ekki hætti. Ég hugsa að hestamennskan sé svona svipað. Það er eins og stjörnunda núna, skilur í 6 vetra flokki hrissa, sko, þá er hérna Spá, sko, frá Eystraholti, til dæmis núna, sko, ný stjarna og Hrannar frá Flugumýri, hann er svona eins og Ronaldo, skiluru. Hann er með hæstu engun sem allavega svo ég viti, ég er nú ekki búinn að fylgjast með öllum. Þannig að þetta eru svona stjörnuhestarnir sem verða þarna? Já, til dæmis, sko, já, og það er allir flottustu hesta landsins sem verða þarna. Já, ok, glæsilegt. Og ert þú þá bara að skoða þessa stjörnuhesta í hættinu? Já, það er rosa gaman. Þetta er tignalegt að sjá þessa flottu hesta. Þeir eru svo ógeðslega flott. Það er bara eins og þessi flottu íþróttamenn. Þeir eru bara flottir að sjá þá, skilur. Þeir eru komin á ferðina, skilur, með boltan á dánum og tekur einn með hælnum, þú veist, og fer fram hjá honum og hérna. Þá eru þeir hérna með liftuna, þú veist, og það er samt ekki að líka þessu sama við hesta, Helgi. Það er bara Ronaldo er að taka hælinn hérna, er að taka hjólest, að sjá einhvern hest hlaupa öðru í sem annan hest. Þetta er
nefnilega nákvæmlega sama vegna þess að þú veist, hvernig heldur það sé fyrir einhvern að horfa á fótbolta sem hefur ekkert vit á hann? Já, reyndar. Hann sér bara einhverja menn hlaupanda eftir einhvern bolta og ekkert varið í þetta. Svo allt í einu dæmt og allir stóð. En leður komin inn í þetta og fattar sko hælspýtuna og hvernig hann tekur hann með öxlinu og hvernig hann skýlir honum og tekur hann hérna upp. Þá fyrir að skilja þetta, þá þetta flott. Ok, ég sammála því. Er ekki? Já, en svo líka, svo að syngja á fullu. Það Harpan, ég alltaf að sjá það auglýst. Já, Harpan 17. júní, það íslenska dægurperlur í Hörpu. Já, þjóðhátíðardaginn. Já, það náttúrulega rosa skemmtilegt verkefni. Við gerðum það í fyrsta skipti í fyrra. Og erum svona að fara í gegnum svona okkar perlur frá lýðveldistímanum. Já, hver þín helsta perla? Þú ættir að nefna eitt lag? Það eitthvað sem stendur upp úr það? Það svo rosalega erfitt að svona taka eitt út fyrir önnur sko. Það svo mikið af flottum lögum. Það eins og gera upp á milli barnanna sína. Já, einhvern veginn sko. Ég náttúrulega búinn að vera að syngja nokkur ansi flott sko. Lindin náttúrulega æðislegt lag, skilur, gaman að syngja svona lag. Ég komin heim. Frábært lag og vinarkveðja og heyri mína bæn. Þetta kallast þetta perlur? Já, þetta perlur og svona 1000 sinnum segði já. Þarna, nú erum við að tala saman sko. Hvað að frétta miðgari? Hvenær fá SS Soul næst? Hvenær ég að fara í miðgara að sjá það á sviði? Það búið að gera þetta svo fínt að það eiginlega ekkert sko. Það ekkert að gera þetta í miðgara lengur endar? Nei, ég reyndar ekki komið að eftir þessar mikla breytingar. Það sko bara eitt af mínum uppáhaldsminningum úr sveitaböllunum. Það að standa í miðgari með kannski kaftinblönduna sína og heyra kallinn öska, ekki allir sexy? Yes. Þá datt maður í gýrin, maður. Já, þá kom þetta. Þetta bara ljósin kviknuð og heldur stóð að allir bara, Já. Þetta pínu dreitt í dag. Já, þetta svolítið búið. Það því miður. Mér finnst einhvern veginn að það væri nú gaman að gera svona eina svona sveitaballa túr sko. Já, ég skilur endur ekki okkur hvernig getur svona dáið, okkur hætti allt í hennu bara fólki í sveitina að nenn að fara á ball. Veistu það? Það fólk kemur í tölvunni bara eða? Já, það náttúrulega ansi mikil barða afþreyinguna og miklu meira í boði heldur en þegar þú varst með Captain Morgan blönduna í þrengnum sko. Það voru ekki allir þessi leikir og tölvan var ekki komin kannski rétt að byrja Já, þetta steikt samt sko. En nú samt menning í öllum þessum sveitafjölu, eða þú veist, bara eins og til dæmis akkur Ídalir í dáið og Valaskjálf og miðgar og akkur fer fólk ekki bara á djammar helgar eins og Englanda? Það fer það eitthvað annað, nennir það ekki? Fólk nú ekkert hægt að djamma, ég held að það er bara öðruvísi sko. Mér finnst það kjánalegt. Kannski líka meiri sko kynslóðabilið sko styttra, skilur þú veist, þeir sem eru kannski 16, 17, 18 eru sér og þeir 18, 19, 22 eru sér og svo, skilur þetta kannski. Við leysum þetta líklega ekki hérna. Nei, allir það. En allar að fylgjast með því, Helgi? Já. Hvað svona þitt lið? Nú veit ég mikil Tottenham í ensku, með hverjum heldur á EM? Á EM? Já. Þá held ég með Þýskalandi. Þýskalandi, ok. Það eru langskemmtilegastir, sko. Hefur þú farið á svona stórmót? Já, ég sá nokkra leiki þegar þeir voru mitt í Þýskalandi 2006. Ok, þú býrði náttúrulega út í Berlín, já, og það var alveg ferlega skemmtileg stemning náttúrulega í borginni þegar liðin voru að koma, sko, þegar það voru margir leikir hana. Já. Og ég sá Brassana, Argentínu og Þjóðverjan til dæmis sem fannst mér í þeirri keppni flottasti leikurinn. Já, þeir voru þetta hrigalega skemmtilegir þeirri keppni, Þjóðverjanir. Já. Og við erum með skemmtilegt lið núna. Já. Ég hef einhvern veginn alltaf haldið með englendingum, ég hef ekkert mikla trú á þeim núna eins og Nei, mér finnst, maður hefur náttúrulega haft tilhneigingu til þess að halda með englendingum, maður bara svo leiður á þessu, þú veist, það er svo mikið hæp alltaf í kringum þetta og svo gerist ekkert inn á vellinni hjá þeim, sko. Nei, við verðum bara að feysa það, þeir eru bara ekki nógu góður. Þeir eru bara ekkert Hvað það núna, vantar svo marga? Það er bara hlutis og það er svona, sko, Spánverarnir hafa líka alltaf verið í svolítið uppáldi á mér áður en þeir, sko, byrjuðu að vinna, allir minnst svo 2006, þá fannst mér þeir vera rosalega skemmtilegir og líklegir en svo duttu þeir út hvað held ég undan úrslitunum líklega. Já, en eru svona líklegastir núna? Þeir eru alltaf líklegir. Já, gaman að fylgjast með þeim. Helgi, alltaf gaman að fá þig hérna í spjall og við hvetjum alla til þess að kíkja á þáttin hjá kappanum á sunnudag. Hvernig er helgin þér? Já, helgin er bara... Hvernig er helgin, Helgi? Ég er að vinna, sko, ég var að koma úr stúdíó, ég er með sjóheitan diskur ykkur, nýtt lag, þú veist. Ok, hvað er með þetta? Setta það bara í vinnum minni. Já, það er endar, ég kann ekki að geta. Ég finn út úr þessu eftir. Kíkja á þáttin á sunnudaginn. Og sko, ég er að fara í Skagafjörðinn. Ertu að fara? Á sunnudaginn.
og þar ætla ég að hitta Björn Sveinsson á Varmalegg og Magnús og Íbishóli og Íbisholti og fleiri góða. Það fagmennska. Þú finnur ekki betri stað á landinu til að kíkja í. Nei, og við ætlum að fara undir Réttavegg og taka á nokkur lög og svona. Fíla það. Hvet alla til að kíkja á það. Helgi, alltaf gaman að sjá þig. Við ætlum að fá hér óskalag fyrir Helga Björns. Þetta uppáhaldslagið hans. ACT og Pego, Michael Tello. Ekki óskalag fyrir Helga Björns, þetta er óskalag fyrir nafna minn, Auðun Sölva. ACT Pego, hann er örugglega dansandi heima á þessu núna. En Helgi snillingur, alltaf gaman að fá hann í heimsókn. Hversu svalur er Helgi Björns? Svona ángríns. Já, einn aðeins svalur. Hann bjargaði eins og fyrir mig jólatónleikum Bó áður en þess að... Nú, leittist það svona? Nei, alls ekki. Það var bara... Ég fór að jólatónleika Bó daginn, þá voru Paul Potts og eitthvað þetta er fyrir þann tíma, sko. Þá var Bó á, held ég, 3. og 4. tónleikunum sínum sama daginn og hann var orðinn dálítið rámukallinn. Já. Og mætti Helgi og reif upp fjörið, sko. Reif stemminguna, það er 1-0 eða ekki fyrir... Jú, þeir voru að missa mann út af Kríkjarnir. Já, fyrir Pólurum, þannig að það stefnir í, öruggan sigur hjá Pólandi. Fyrir ykkur sem í bílnum að spá í þetta. Það styttist líka hér í föstudagslagið, hann er nú mættur hérna, Sverrir Bergmann, verður velkominn. Hvernig ertu? Styttist, í föstudagslagið, við þurfum að fá gítarleikaran hérna með honum svo við getum byrjað það. Svo er líka sturlaðar staðreyndir og við ætlum að heyra í Hannesi Markmanni, hann ætlar að hjálpa okkur að tippa hér eftir. Við förum í örstuð skilabóð og komum svo í miklu svingi. FM 957, Pepsi Max og Túborg kynna besta útiháttíðin dagana 5. til 8. júní. Það verður dansað og dansað og dansað. 2 risatjöld í boði Elements og Agent.is. Margir af færustu plötusnúðum landsins í 3 heila daga. Miðasala í fullum gangi á bestautíháttíðin.is. Eitthvað fyrir alla á bestu útiháttíðin. Tryggðu þið miða á bestautíháttíðin.is. Ef þú kaupir bjórkort á Kaffi Símsen, þú leið búin að skráði í sumaleik Kaffi Símsen og Túborg. Vinningar eru 2 ferðir á Hróarskeldu, 300 manna Túborg partí á Kaffi Símsen á samt fullt af öðrum skemmtilegum aukavinningum. Túborg og Kaffi Símsen, gleðilegt sumar. Dominos býður nú 3 valkosti í pizzabotnum. Sá klassíski með hvítlauk og parmesan á kantinum. Sá ítalski, þunnur og stökkubott fyrir þá sem vilja þunnbotna pizzu. Og loks sá lauflétti, bott með 20% belti og engum sykri. Pantaðu þinn botn á dominos.is eða í síma 58 12345. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Ungnautakjöt með 30-40% afslætti í Krónunni. Ungnautarrumpsteik og ungnautaminútusteik á aðeins 2298 krónum kílóið og ungnauta-entrecôte á aðeins 3290 krónum kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Hvað mun koma mest á óvart á EM í sumar? Missir Rúni hárið aftur? Fá Portugalir að spila berir ofan? Segðu þína skoðun á Facebook-síðu Karlsberg undir What's Going On. Gabriel hér með Stjörnurröp á FM 957. Gríðilega vinsælt lag hér á stöðinni. Enda ekkert að þessu lagi. Svei með þá. Það styttist hér í föstudagslægið. Við erum að bíða hér eftir Halldór Gunnari gítarleikara. Hann er rétt og kominn og þá hendir Svessi í föstudagslag. Hvað er lagið í dag, Svessi? Það er óskalag fyrir hana Melkorku Sjöfn. Það heitir... Hver er það? Hún heitir Melkorka Sjöfn. Sendi mér skilabóð. Já, ok. Hvað bara Facebook eða? Já. Ok, cool. Það er alveg sniðt, senda það fólk vil óskalum. Já, og hvað bað Melkorkum? I Won't Give Up með Jason Mraz. Já, ok, það er endar held ég öðru sett á íslenska listan. Já, það er bara þannig. Er ekki við hæfið, er ekki allir kallmenn að horfa á EM og svona? Jason Mraz er kannski ekkert inn einu gríðalega uppáldið á mér, en ég hlakka samt til að heyra. Nó, byrjuðu hvað? Ég veit ekki, er þetta ekki eitthvað svona sigurpúðin? Já, þetta er mjög ljúfur þetta, sko. Ég heyrði eitthvað, varst eitthvað brjálar út í daginn? Nei, ég kannski örugla honum saman við Jason Derulo, það er hinn viðbjóðurinn hann. Það er málið það. Hann segir alltaf Jason Derulo, á lagi byrjar, það er hann. Þá veistu að það er hann. Ég er ekki mikill aðdáandi. Ég samt, sko, ég var að hlusta á þig daginn og þá var þetta lag í gangi sem ég er að fara að syngja um þetta eftir. Já, með Jason Mraz. Já, og þú kattaðir á það. Þið fannst þetta ógeðslegt, sagðir. Nei, þú sagðir það. Ekki, sko, ég má það ekki, þannig ekki vera að segja að ég hef gert það. En ég hlakka til að heyra þig syngja það. Ok. Ég skal gefa því annan séns hérna eftir. Það er eitt sem ég langar að spyrja þessi. Nú var ég að YouTubea Titanium sem er í Skotlandi. Ok.
og það eru 5.510 views sem nokkuð gott. Það ágætt, já. En af hverju hún Ali Brufkowski með 1,2 miljón views á sama lag og önnur sem heitir bara eitthvað Cheyenne. Já. Hún 13 ára. Og hvað hún? Var hún líka með miljón? Hún með 3.587.000. Það láta við 13 ára rússa skeina. Það rúlaður upp, þetta svo hluti sem vann í keilunni. Býttu sjáðu til, þú verður að setja allt í rétt hlutfall, sjáðu til. Gerði þess að í Bandaríkjunum, það byrð 1000 sinnum meira fólk. Þannig að þú myndir setja 1000 sinnum meira á lagið mitt, þá eru konir 5 milljónir sem verður þá meira. Þannig að hlutfallslega séð ég með meira heldur en hinn En ég var að spá í hérna. Þannig að þú frægari en þau hlutfallslega. Það rétt áður við förum hér í föstudagslagið, þá var ég að spá að lesa hérna fyrir ykkur strákar sturlaða staðreyndir. Já. Það oftast klukkan 4:30 en við vorum með Helga Björns hérna áðan, en ég ætla að hoppa í sturlaða staðreyndir dagsins og byrja hér á 2011 var Queen slagarinn We Are The Champions valið catchiasta poplag allra tíma. Það eitthvað til í því. Það Sturlu staðarind. Nei, þetta er eiginlega bara staðarind. Herru, svo næsta. Já, það eru misgóðar, ekki verið að hlæja þeim. Samkvæmt rannsókn þykir mömmum oftar vænna syni sína en dætur. Já, tvær systur. Geti gaukað þessa mömmu kannski fyrir utan en hún svarar. Herru, svo það hér. Fransku koss hreinlætari heldur en handaband. Það er að takast í hendur. Já. Þannig að ef þú einhver síklarhættir þá er bara betra að fara beint í kossin bara. Slumma bara. Svo hér, 50% gíraffa eru tvíkynhneigðir. Svona helmingur næmi, bara alveg sama. Gíraffa? Já. Ég einhvern veginn sé ekki fyrir mér, horni í gíraffa einhvern veginn. Það ekki mikið bras, þeir eru allir svo með allan hann háls og þetta. Það eru verið tvíkynhneigðir eða Já, veistu hvað það er? Já, þú veist, það verið bæði. Já, ekki? Hallast að báðum kynum. Þá fer hann bara aftan og annar gíraffa og sér hann. Já, basically. Svo hér, lélegir aksturshæfileikar eru ættgengdir. Þannig að ef þú lélugur bílstjóri þá eru ágætis líkur á sonuðin það líka. Já, ég mjög fær. Þetta getur vel passa. Múta ekkert besti bílstjóri í heimi og systur mín ekki heldur. Nei, og þú ert alveg skelfilegur, Ég alveg bílstjóri. Já, eða ekki? Já, jú. Snákurinn. Svo hérna, bæði kvenkins og karlkins dúfur framleiða mjólk til að gefa afkvæmum. Það enda þægilegt að þetta væri hægt hjá karlmönnum. Já. Það var þægilegt fyrir konunnar, það var þetta að dreifa þessu. Það eru marga konur mjög sáttar við það. Þannig að hugsaðu ykkur, ef það er einhverja dúfur bara saman á sunnudegi í þingunni, það er bara, þú gefur honum. Ég nenni ekki. Jú, þannig að þá getur hjónin bara að fara að rífast hver á að gefa barninu mjólk. Skemmtileg pæling sem ég tók aðan. Eftir að hafa sótt barnið þá úr pössun eða þau eru bæðið þunn. Já, ég segi það. Já, nei, svo náttúrulega þau eru þunna með ekkert verið að gefa brjósti. Minna. Góða punktur. Herru, svo hérna, það kemur ekkert óvart því að þú sért haldin íþofalóbíu. Ég held að þú sért haldin halofóbíu. Er þetta eitthvað fyndið orð aftur á bak? Nei, þetta er fóbía þar sem að fólki þetta er hræðsla við tippi í standi. Sem er ræðsandi að vera með. Já, hvað heldur að mér líði bara vel í kringum 10 kalla í stampinu? Nei, ég minna að ef þú trættu við í standi þá ertu líka hrættu við sjálfa þeim, Já, nei. Þú vilt ekki sjá þetta. Svo hérna, það er hægt að kenna fílum að mála. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Sturlu staðarind. Já, ég svo það í 60 minutes. Þeir mála með hérna minninum. Það er geðvægt. Nei, rananum fyrir ekki. Rananum. Það er geðvægt. Og svo er það geisp er smitandi bæði hjá fólki og hundum. Sem ég er þetta sammála. Ef eitthvað geisp er í kringunni, þá geispa ég alltaf. Ég hef geispað þegar ég sá hund geispa. Það er bara þannig. Það er svona. Ef hundurinn er þreyttur, þá ertu það líka. Ég sá fíl daginn. Mála? Nei. Ég var á Benidorm og var í svona dýragarði. Þetta eru sennilega einhverjar skrýtnustu upplýsingar sem ég fengi lengi. Við ætlum að fá hér We Run The Night með Havana Brown. Halldór er mættur. Svo er það föstudagslagið. Já, þeir eru ekki að fara í dýragarði í drættunni. Þetta var mjög... Halló. Föstum lið í þessum þætti sem að heitir Föstudagslagið og búið að vera alla föstudaga síðan að þátturinn byrjaði. Já. Og þú sagðir okkur án, þetta er Jason Mraz. Já, þetta er lag I Won't Give Up. I Won't Give Up. Mjög hugljúft lag. Ok, þannig að þú ert ekki að fara að keyra þetta í gang svona föstudegi? Nei, það er mjög hugljúft í dag. Svo keyrum við þetta í gang, ef við ekki taka næsta föstudegi, eitthvað rugl. Eitthvað Pitbull-lag. Það fær í Pitbull næst. Aldrei að vita. Havana Brown eða eitthvað.
En eitthvað gammalt og gott, Beatlarnir, Oasis. Hann búin að taka Beatlana. Aldrei tekið Oasis. Nei, ekki Oasis eitthvað. En það alltaf komið að Jason Mraz, hvað þetta lag heiti? I Won't Give Up. I Won't Give Up. Þeir eru að koma sér hérna fyrir strákarnir. Svo einn reitt sem ég ætla að spyrja Svessa hérna úti á eftir þegar þeir eru búnir. Það svona eitt sem að komir hérna, eða svona stakk mig á netinu sem ég ætla að ræða við hann. Eru þið tilbúinir annars eða? Þetta ekkert alvarlegt sko. Ég ætla ekki að fara að stressa þið hérna og byrja að syngja. Þetta hressandi. Eru þið klárir það? Já. Þá bara byrjum við þetta. Það bara take it away. Jason Mraz, I Won't Give Up. Föstudagslagið með Svessa Bergmann og Halldór Gunnari. Læsilegt, þetta var föstudagslagið I Won't Give Up með Jason Mraz og sveimi þá, þetta ekki bara mun flottara í þínum flutningi, Svessi? Já. Já, ég var að fíla þetta. Nei, þetta er flottara. Hækkaði aðeins, gaf aðeins í. Já, það er sama og ég gerir þegar ég fyrir karaoke. Ég reyna alltaf að hækka hans lögin. Það er þú sem syngur svo vel þetta og syngur lágt og það ekki. Jú, og sérstaklega í flugvélum. Mér finnst rosalega gaman að fara út fyrir my comfort zone og hækka lögin. Já, gott að heyra. Brillera ég oft hér á miðvikudöfum í karaoke-keppninni. Aha, já. Það er hægt að segja margt um mig en þessi góðu söngur er ekki eitt af þeim held ég, sveimi þá. En já, það sem ég ætla að ræða þetta með þið, Svessi. Já, hvað er það? Nú ertu hluti af stjörnupari. Jæja, ok. Það ekki? Sé og hör. Bara það eru þín orð. Já, ég menna þeir eru í slúðublöðum og voru í Sjóða Heyrstundaginn og svo mættu einhverja leiksýningu, það kom í lífinu og eitthvað. Ha? Já, það var eitthvað þannig. Hættu þessu. Hún heitir hérna Marín Manda Magnúsdóttir. Já. Magnúsdóttir? Þetta er ekki systir þín, eða? Þetta er ekki systir þín. Ég veist ekki Marín Magnúsdóttir. Nei, skemmtilegt. Þú veist að þetta er systir þín að vera börnin skrítin. Já, ok, þetta er Marín Manda. Hún er hérna inn á Bleik.is. Já. Og hér stendur 5 atriði sem Marín Manda getur ekki verið án á sumrin, eða í sumar. Já. Ég ætla að lesa hérna fyrir þig. Hvað getur hún ekki verið án í sumar? Hún byrjar hérna á sólglerugum. Já, basic stuff. Þegar sumar er lætið sjá sér, fjárfesti í nýjum sólglerugum. Hættu þessi álurni. Ég get ómögulega átt sömu sólglerugum meira en eitt sumar þegar þá er ég til að begla það að týna þeim, segir hún. Hljómar hún svona? Nei, ég er bara að tala sem kannmaður. Ég er ekki að tala um sem er leiðilega rödd. Sorry með það. Svo kemur þetta næsta sem hún getur ekki verið án sumrin. Lautarferð. Já. Búin að fara í einhvers líka. Ertu búin að fara í lautarferð, Svessi? Já, var geðveitt veður í síðustu viku. Hvað voru þið að gera? Ég var á Benidorm. Fórst frá landinu þegar það var geðveitt veður. Reyndar sko þegar þú segir ég var á Benidorm þá hljómar eins og það verið að því eitthvað svona skýta eitthvað. Þú varst með fjölskyldunni þinni sko. Já, ég veit. Varst ekkert að stikki vikki bara með félagarnir sko. Nei, þetta var svona rækjusamlokuferð sem að ég ákvað með viku fyrir var að fara í. Einu svo laust Benidorm. Þannig að þú ert búin að fyrir lautarferð, Sverrir? Já, við fórum með teppi og eitthvað á Klambratún og grillum. Æði. Svo er það hérna þriðja sem hún getur ekki verið án. Það er kókoskrem. Já. Kókoslykt minni mig á sumarið og gott rakakrem með nausir eftir að sólinn skín og húðin þornar fljótt. Já. Hún getur ekki verið án þess. Nei. Svo kemur það næsta sem hún getur ekki verið án sumrin. Það er vatn. Já. Það er bara sumarið tíminn og ég drekk vatn með nokkuð tíman. Ískalt sóta allt með sítrónu, bræðast einfallega betur á sumrin, segir hún. Það er bara hálfið. Ég verð að taka undir það. Svo kemur þetta í lokin. Hvert ert að fara með þetta? Leið mér að klára þetta. Svo er það síðasta, þetta 5. sem hún getur ekki verið án í sumar. Það er gallajakkin hennar. Gallajakkin fyrir aldrei á tísku. Það koma sjálfsögur nýja gerðir en ég mun aldrei losa mig við mína jakka. Ég gekk ennþá í gallajakka sem eignaðist fyrir 18 árum síðan. Hvar ert þú á þessum lista? Getur hún verið á þín í sumar? Sko, án þín? Sko, þetta er náttúrulega mjög basic. Þetta er fyrsta sumar okkar saman. Þannig að hvað veit hún hvort hún getur verið með mér án fyrir en eftir sumarið? Já, ég meina fjandinn. KO! Nei, ef hún skiptir í KO, Svessi. Aldrei KO. Gat hún ekki skipt út þessu djöfisins kókoskremið sínu og sett Svessan að inn? Já, ég stundu verið með að bara víkja fyrir kókoskremið. Það er bara þannig. Herðu, þú kemur ekki með þessa ferð. Af hverju? Að því ég mátti bara taka með 5 hluti. Hvað, má ekki koma með? Nei, ég er með sólgleru, ég er með kókoskrem, ég ætla í lautaferð, taka með vatn og gallajakka. Það er ekki pláss fyrir þig. Retarded Svess. Þetta var, já, svona top 5 hlutir sem að Marín Manda Magnúsdóttir, systir Svessa Bergmann, getur ekki verið án í sumar. Þetta höfðu ég gamla þess og ég. Við ætlum að fara hér í Timberland. Þetta lag hefur ekki verið spilað í FM 95 Blöð áður, en það er ekki þessu lagi. Og ég held hún sé með hún Kerry Hilson, ef ég mann rétt. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð, á FM 957. Við erum með ykkur til 6 í dag, strákarnir. Og já, ég minni fólk á að ég er að fara að draga hér á eftir úr Ringtorgsleiknum. Það erum að gera að fara inn á Facebookið og læka Ringtorg. Og já, þá er ég sens á að vinna ferð fyrir 2 til London með Express í bóði Ringtorgs Facebooksins og ég dreg hér rétt fyrir klukkan 6. Þannig að gera að fara þar inn og læka. Þá er ég sens á að vera dregin hér á eftir. En við vorum að fara hérna yfir, strákar, hvað Manda geti ekki verið án í sumar. 5 hlutir. Já. Ég fór að hugsa hvað ef við myndum, ef að Bleik.is
myndu nú hringja í ykkur ef við byrjum á þér Hugi. Hvað eru svona 5 hluti sem þú getur ekki verið án í sumar? Og ekki segja barnið eitt eitthvað svona, við erum að tala um eitthvað svona sumarhluti. Sumarhluti? Já. Þetta er náttúrulega, sjálfsögur get ekki verið án náttúrulega konu minnar, ástráðar og... Það er ekki verið að tala um svoleiðis. Það er ekki verið að tala um það. Nei. Bíllinn minn get ekki verið án bílsins, ég þarf að komast að hjónum eitthvað, lautaferðir og svona. Ok. Tjaldið, við tjöldum náttúrulega, eða fylgir það ekki lautaferðinni? Nei, það er bara tjald, tjald, bíll. Tjald og bíll og svo þurfti ég að borða eitthvað, matur. Og svo myndi ég helst til að hitta vini mína líka. Hvað heldur að manni manda sig að svelta bara? Nei. Hún er þetta með vatn? Hún er með vatn, hún lifur því alveg. Ég meina að maður getur lifað á vatn í 2 vikur. Nákvæmlega. Hvað er þá komin í hug? Þú ert með tjald, bíl, mat og hvaða 20 höfbútt? Það er bara eins og þú setur leginn í. Þú har skrifið þetta niður. Ég er bara meðan að þú ert, þá er ég með þetta eitthvað. Já, þú ert að græða á því að ég sé að vesenast. Segð hlutir, annars verður ekki. Getur það að vera með gemsa á e-mail? Já, gemsi, e-mail, bíl. Skemmtilegt sumar. Ég er að reka fyrirtæki, ég þarf að geta að svara e-mailum og símtölum. Ógeðslega gaman að fara með þér í ferðalag. Tjald og bíl og svo e-mail og síma. Ég hefði getað sagt alveg eitthvað annað hefur ég fengið smá tíma. Hún mæntalega fekk þetta á e-mail og fekk smá tíma til að hugsa. NBA Finals. NBA Finals. Alltaf á sumrin, í júni. Þetta grínast, það er að fara dætt inn NBA Finals. Já, það er. Já. Það getur ekki verið annars. Ok, hvað er tíma upp að kennast mér hérna? Opna kipumótið með vinnum mínum, þá förum við í golf, allir saman félagarnir. Það er ekki búið að halda að opna kipu í 3 ár. Hætti þessu væli, ég er að segja mér listaðina. Já, leiðum að klára hérna því. Kassagítar. Já. Gaman að vera úti í góðu veðri með kassagítar. Geðið prigg fyrir þetta. Eyjar, þjóðutíð Eyjum. Þú er ekki verið án þeirra. Og svo náttúrulega bara, ef ég hugsa síðasta sumar, þá náttúrulega sé Auðun Blöndal fyrir mér á grillinu, þannig að ég verð að segja grill. Grilla eitthvað góðan fisk. Þú veit var ég öflugur á grillunum. Shit. Ég er allra að koma til að þetta ég verð að gefa Svessa það, hann var með mun betri lista en þú. Já. Ég meina, hann líka fekk bara tíma og hugsa. Tíma? Þú tókst bara einhvern veljan dag og bara hoppar upp í bíl og svarar í síma og e-mail og eitthvað. Þið voru þetta báður að flækja þetta. Hvað ert þú með? Kottu með þinn. Komum minn. Ískaldan. Bara 4 kalda og gott. Númer 11. Forsetinn. Þessi 120 gramma hambúrgari er af aðalsættum, íklæddur ítalskri parmaskingu, íslenskum bríóosti, frönsku Dijon sinnebi og hvítlaugsostasósu. Hambúrgarafabrikan. Viltu vinna flug fyrir 2 til Evrópu? Taktu þátt í ljósmyndakeppni Vá Air og Vísis og sendu inn mynd sem segir Vá. Kepptir í 3 flokkum: náttúru, fólki og húmor. Sendu inn mynd á vísir.is/vá fyrir 30. júní og þú getur unnið ferð fyrir 2 til Evrópu. Sendu inn mynd sem segir Vá og farðu á flug með Vísi. Brakandi, seiðandi, tælandi, löðrandi, eggjandi, fagnandi, töfrandi, stökkur, mjúkur, sætur, sterkur, ferskur, nýr, unaðslegur, yndislegur, frábær og skemmtilegur. Eruð þið svöng? Tjekkið á nýjum Doritos Singer Twister hjá KFC. KFC, svo gott. 3 ferskir smoothie á sumartilboði. Ísbúðin Garðabæ og Háaleitisbraut. Hraðir peningar. Hraðpeningar.is. Subway hefur opnað nýjan og glæsilegan stað á Ísafirði. Subway, 21 staður land allt. Fyrir 3 árum var gerð óformleg könnun á því hvar á landinu fólki þætti skemmtilegast að ferðast. Snæfellsnes og Mývatn lentu ofarlega og margir nefndu Austur- og Vesturlandið. En litla kaffistofan í Svínahrauni hlaut titilinn Besta vegasjoppa landsins. Svo bara spurning hvort það standi ekki ennþá. Vertu með í sumar á stærsta 3G-neti landsins. Segð okkur frá fallegum og frumlegum áningastöðum á Facebook eða símin.is. Meira Ísland með símanum.
Allir mánuðir ársins eiga að vera skemmtilegir. Þú hefur þetta allt í hendinni. Settum kortið og náðu í appið á hringtorg.is. Opið til klukkan 11 í kvöld. Skemmtigarðurinn Smáralind. Fáðu EM í fótbolta beint í æð á Þýska barnum. Magnaðu spennuna og vertu með í stigaleik Karlsberg. Þeir getspökustu vinna flug og miða á Arsenal-leik fyrir 2. Þýski barinn. Nú býður Háskólinn á Bifröst upp á fjarnám í HHS, heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Innritun stendur yfir. Kynntu þér málið á bifröst.is. Þetta eru Appelsín grillveðurfréttir. Grillveðrið, föstudaginn 8. júní. Prýðileg grillskilyrði víða land, þó hvassara suðaustanlands, þannig að hotfirringar velji þykkar sneiðar, þær fjúk ekki. Og 2 lítra flöskur á appelsíni. Þurft víðast hvar og hiti 7-15 stig, þannig að ekki er ráðlegt að grilla bera á ofan, nema kannski á höfuðborgarsvæðinu og þá aðeins í góðu samráði við nágrannana. Veriði sæl. Það er Appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. FM 95 blö. Á FM 95. My life, no matter what we do tonight, we're gonna party tonight, segir hann. Þessi 18 ára tappi. Ertu að followa Bieberinn á Twitter? Áhugi 0. Ok. Það lítið í því. Fyrir ykkur sem er að keyra heim og veltaði fyrir ykkur hvernig staðan í leik Póllands og Grikklands, þá staðan 1-1. Það er jafnt í liðum, búið að reka mann út af í báðum liðum og já, pólski varamarkurinn kom inn og varði víti í sinni fyrstu snertingu. Dramatík. Þannig að það er alltaf að gerast þar, 20 mínútur eftir cirka þeim leik og já, ég fattaði þegar ég sá hann pólska markur verja víti að við þekkjum nú einn vítabanna Hannes Halldórsson, landsliðsmarkur og já, ef maður ætla nú að tippa svona þess fyrir helgin og eitthvað og af því að það er stórleikur eftir það er IAK í byggarn upp á Skaga og ég er að skoða hérna það er mun hærri stuðull á IA þó þessu heimaðalli og lægri stuðull á KR þannig að þeir telja KR líklegri. Er það? Já, samt töpur þarna daginn. Já, og í á toppnum og... Já, en einhvern veginn, það er einhver káuríkur sem að sjá þetta. Ef við ekki bara prófa að ringja hérna í Hannes og reyna að fá hann til að hjálpa okkur að tippa eins. Jú, endilega. Spá hvort það sé að kannski að fara að hleypa ykkur inn í kvöldi eða eitthvað svona. Það væri nú ekkert slæmt á hann að segja okkur ef hann er til dæmis í vondu skapi eða... Já, eitthvað að komi fyrir... Kannski á konun á dömpunum. Já, jafnvel. Ég er nefnilega hólkað á Gróttu móti Stjörnunni, sko. Var að vonast eftir óvæntum úrslitum, en það væri fínt ef hann geti aðeins hjálpa mér. Settur á Gróttu þar? Já, þú veist, einhvers staðar vera óvænt... Getur þetta að vera reka úr þessu teifélagi? Nei, þú veist, einhvers staðar vera óvænt úrslitin að detta, en... Herrum að segja, ég er að syngja hérna í hann, tjekka á hann. Halló? Er það Hannes Þór Halldórsson? Er hann? Landsliðsmarkvörður okkar Íslendinga. Hver er þetta? Gótt að sætla að blessa þér eftir stórvinniðin Auðun Blöndal og við hliðina með setur Hugi Halldórsson sem er einnig stórvinniðin. Sætlinni? Sælir. Hvernig ertu? Ég er góður, en þið? Herru, við erum svona brattið, maður, ertu lagður á stað upp á Skaga? Nei, bara ekki. Ég er að gera heim og vinna núna. Ok, erfiðu bikarleikur í kvöld. Veitu hvað, er þetta viðtal eða? Nei, þetta er ekkert viðtal. Nei, við erum bara að spjalla. Við erum að tjekka eins á þér, við hérna... Leikur í kvöld og svona? Ég og Hugi, við eigum það til að henda saman stundum í svona smá tipp fyrir helgina, leikum okkur að gambla eins. Já. Og já, það er okkar á milli Hannes að þá er helviti góður stuðl á Skagamenn á móti ykkur. Það er 2,70 en það er bara 2,10 á ykkur. Er allir heilir hjá ykkur? Það er 2,70 og 2,10. Það er 2,70 á Skagamenn en svo 2,10 á ykkur. Ég fór svona að hugsa, varst ekki að hleypa 4 fram hjá þér þarna síðast upp á Skaga? Já, það voru 3 reyndar sko, en... 3? Þau verður eitthvað færri í dag vonandi. En svona upp á stuðlinn, hvernig ertu, Hannes? Ertu alveg heill og svona? Já, ég er ágættur. Fínu standi. Það er náttúrulega marinn og blár út allt eins og það gengur og gerist. Það er að henda sér í jörðina, en það er ekkert sem maður hristir ekki af sér. En ertu 2,10 heill eða 2,7 heill eða hvað er þetta? Okkar á milli, Hannes, þá er ég að spája hólka á Skagamenn, er það vitlaust að mér? Þeir eru heimaðalli. Það eru 2,70 á Skagan. Já. 2,10 á okkur. Já. Ég heldur geti gert margt vitt þess að hann er på okkur, sko. Já, en... Það er ekki það mikill mörgur. Nei, en svona... Nú ertu góð vinn okkar. Þú varst að fá það nokkuð mörkarni í þessu landsleikin líka og svona. Heldur það ekki eftir að leka hans inn hjá þér í kvöld? Já, reyndar rétt. Við múnum að vera settur aldrei inn okkur 60. Þú ert byrjuð shaky þess að dagana? Nei, ég veit nú ekki hvernig þið samála því, sko. Nei, en þú ert vel fókusað þessu leikinu og svona? Já, ég er vel gýraður. En hvernig... Það er göngutúrin og þetta og þekkir þetta alltaf. Já, þú ert búinn að fyrir sturtun og taka göngutúrin og þú ert ekki búinn að slaka á símanuðinum eins og gera alltaf. Nei, ég er aðeins búinn að slaka á kröfunum.
Ok, þannig að, sko, ég heyra alveg á hann, hann einbeittur, en spurning sko hvort það sé allir heilir hjá þig. Hvernig vörðning, hvernig er fyrstu 11 hjá okkur? Ég held að séum allir klárir. Allir klárir, allir heilir, já. Okay. En segðu mér eitt hérna, svona, sko, í lokin, Hannes. Já. Talaðu nú sem vinur minn en ekki leikmaður KR. Ok, hugsaðu bara núna, þú ert ekki markið á KR, þú ert ekki neinu félagslega neitt. Ok. Væri heimstamir að hólka á í það? Já, já, það væri það. Hvað myndir þú gera að myndir finna skjalatösku 50 skalli? Á hvern liðið myndir setja? Nei, þú myndir finna skjalatösku, er þetta áður með okkur hérna í þetta þiffélagi eða? Er eitthvað þetta, þú veist? Já, með það. Þiffélagi Ég get náttúrulega ekkert annað gert en að, þú veist, nei, ég held að það er aldrei erfitt fyrir 50 skall, sko. Það veit að vera stærri skjalatösku það. Ok, en bakpoki? Bakpoki, sjá til. Ok, herðu við hérna en svona grínlaust að ósku góðs gengis í kvöld og hvetjum alla til að... Þetta er allt sem átt á KR. Hvað segirðu? Þetta er allt sem átt á KR. Þetta er allt sem á KR, ég veit ekki með það samt. Nei, maður setur alltaf helmingin af öllu sem maður á, maður setur aldrei allt. Ég sett aðeins á Miami í gær, þannig ég á smá to spend, ég ætla að skoða þetta. En hérna, statúðu, við höldum alltaf með þér, veist það. Takk fyrir að ganga verið. Takk, bye. Sko, hann var ekki að gefa mikið, hann er voða rólegur eitthvað. Já, hann var einhvern svona, allir heilir og eitthvað. Já, veistu hvernig hann hljómaði? Já. Hann hljómaði í jafntefli. Já. Heyrðu það? Hvað er jafntefli? 370? Hann var góðustur það. Setjum að jafntefli. Ok. I Follow Rivers með Licky Lee. Já, ég er ekki að reyna ára fyndin. Tónlistamæðurinn heitir Licky Lee sem að með þetta lag. Áttu hún ekki að koma hérna til Íslands? Licky Lee? Ég har aldrei heyrt þetta áður. Nei, þú ert að ruggla við hana hérna 212, what you want to do? Já, Lisa Banks. Já. Herru, hvað var það með hana? Hún átti að vera í Vótamannhöllinu, það er góð punktur. Já, hún kom ekki, hún var veik. Nú, ok. Ég held samt bara ekki selt nú á miðum, það er svo mín tilfeng fyrir þessu. Já, hún átti náttúrulega bara eitt lag. Já, hún átti eitt lag, hvað þannig að fara að fylla Vótamannhöllina með lagi sem var vinsalt fyrir 4 mánuði síðan eitthvað. Það er líka sko, hún gæti reyndar ef hún tóna í bara eitt lag, hún hefði getað tekið Big Herb á þetta, Herbert Guðmunds, hann er búinn að setja til þess Can't Walk Away í 7 útgáfur. Já, reyndar. Þannig að ef hún væri búinn að gera það með þetta laga, þá getum við tekið nokkur. Það er föstudagur og þar er einn liður sem við tökum með alltaf á föstudögum og það er Pepp-hotnið. Við erum með Tuð-hotnið á 50 og Pepp-hotnið á föstudögum. Þannig að nú erum að gera að hringja í 511-0957 ef það er eitthvað sem þið viljið peppa þennan föstudaginn. 511-0957 og við ætlum að opna hérna fyrir síman og já, skulum að heyra hvað þetta fólk hérna vil peppa. FM 95 blöður til beinni. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað vilt þú peppa? Mér langar nú bara að koma inn á aumingja Silju Banks. Já, ok. Hún var ekkert að beila þannig á okkur nú. Það bara skipt umboðsmann og hætti við einhverju 25 tónleika í Evrópu. Ég skilði, ok. Yes, sir. Þannig að hún hætti við þetta allt saman bara? Já, það var eitthvað mikið að gera hann. Hvað er eitthvað að vissin á henni eða? Á umboðsmanninu gamla? Já, hún bara misti umboðsmannin sinni eða eitthvað, sko. Já, ok. Skiptum umboðsmann, var svo að fara að gefa út nýja plötu og bara komst ekki. Kemur setna kannski? Vonandi. Herru, þá erum við konum með það á hreint. Takk hérlega fyrir þetta. Er eitthvað sem viltu peppa hana bara kannski í leiðinni? Peppa hana? Já, þú ert í peppaminu? Já, ég ætla að vona bara enn líði vel, sko. Þetta var dúndur pepp, takk fyrir þetta. Bye. Já, fyrsta peppi er búið og það er á Silju Banks, en hvað vilt þú peppa, kæri hlustandi? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Mér langar að peppa Magnús Helga Sigursson, félaga minn. Magnús Helga? Nattspyrnumann mikinn. Ok, með hvað liður hann að spila? Hann spila með Ægi. Með Ægi, ok. Hann er búið að vera bekkjan í síðustu leikjum, sko. Og henda kallinum á bekkinn, hvað er hann gamall? Hann er 24 ára. Já, ok. Leiðindur það, hvað stöð er hann að spila? Hann er framherji. Framherji, ok, ekki það. Þannig þú ætlar að peppa hann og reyna að fá hann aftur í liði? Já, hann verður að fá smá pepp, sko. Já, ég man sko, þegar ég var að berjast á það að reyna að komast í liði á Tindastóli, þá kallaði ég alltaf sko, ef ég var ekki í liðinu, þá tók ég alltaf sömu afsökun að fólk ertu að bekknum í kvöld. Já, þessi helvítis aðkomi menn maður, það þarf náttúrulega réttlæta launið þeirra. Já, náttúrulega. Eru margir aðkomi menn að því Ægi eða? Hvað sér, já, þetta er svipað case, það er einhverju júkkar þarna og eitthvað. Já, það þarf að réttlæta launin, sjáum að nota það, tricks. Neðrideildarliðin er aftur komin í það, að fá júkka inn, sko. Þetta var orðið bara svona bjelið Keflavíkur og eitthvað að fara út á land. Já. Og það var bara keift. Nú er það, júkka, á, þetta er... Herru, við peppum hann fyrir og óskum hann allsins besta. Glæsilegt. Já, peppum hann í lið. Peppa, ok. Herru, við tökum þetta nokkri viðbót, FM 95 blöð, þú ert í peppbótinu á föstudegi.
Blessaður, vinnur. Blessaður, hvernig ertu? Ég góður en þú. Herðu, ég bara helviti góður, sko. Herðu? Já. Ég langar að peppa upp Drangi. Já, það þú ert að reyna. Varalið Tindastóls. Varalið Tindastóls, Drangi. Já, við erum að spila á með IH í kvöld. Ok, hvað þið í neðstu deilda? Já, við erum þriði. Fyrsta ára okkar, sko. Já, ok, ég verði enda að vissi þetta ekki eins og niður. Leiðin upp samt, sko. Já, nú, hvernig búið að ganga? Já, þetta svona 1 sigur, 1 tap og jafntefli. Já, það 1x2 bara. Já, gott bara. Það við peppum Drangi, hvort sem það eigan eða liðið, það nokkuð ljóst í þessum þætti. Nákvæmlega aldrei IAK hvað? Það ekkert IAK, ég alveg samanhlaður. Gangi ykkur vel. Já, gæði. Ok, já, það verið að peppa hérna fótboltamenn og fótboltalið og það búið að peppa Basilíu Banks. Hvað vilt þú peppa? Ég peppa Sigur Eybjörn Guðlusson, vinn minn. Já, ok. Hvað að frétta á honum? Hann að spila fótbolta með Selfoss. Já, þetta allt fótboltamenn. Við hverju hann að fara að spila? Hann bara svo að spila í bekkin, held ég. Já, ok. Hann situr mikið á bekknu svo. Já, ég skil þig. Hann svona eins og Hugi var í Kanada. Ég var oft í liðinu því. Magnús, sem hann var að tala áðan. Já. Þeir sitt allir á bekknum. Já, það er mjög leiðilegt þegar á einu íþróttameðslinn geta orðið til þess að það þurft eftir á bekknum. Það er ekki hressandi. En við peppum það samt. Segðu það, vinnur. Hörru, takk fyrir þetta. Tökum 1 pepp í viðbútt. Ég væri til í eitthvað annað en fótboltapepp. Það er komið nóg að þeim. FM 95 blöð, hvað ætlar þú að peppa þennan föstudaginn? Já, henni, ég ætla að peppa fyrst Brendan Rodgers. Brendan Rodgers, ok. Nýjan þjálfara Liverpool. Yes. Og svo við vinnum frá kótilettuna. Já, herru, ertu á leiðin á kótilettuna? Já. Hann er einmitt á leiðin að hanga Brjátbreki. Já, frá Keflavík-Víkinni, sko. Já, ég fíla það, maður. Þetta ég kalla mig Brjánbreka, sko. Já, hann ætlar að fara á morgun og sjá Sveppa. Hann ætlar að vera mættur fyrra lagi, sagði mér. Já. Sveppi fara á sviðið 2 leiti. Já. Er ekki eitthvað Keflavík Music Festival líka? Jó. Er Keflavík ekki að fara á það, eða? Nei, það er bara frá Reykjavík, sko. Já, ok. Þannig að þú ert spenntari fyrir kótilettunni? Já, svona. Fíla það. Herru, ég bara óska þér allsins besta og góða skemmtun. Herru, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Önnur. Þetta var Pepp-hotnið í dag. Mikið fyrir að peppa fótboltamenn og kótilettuna til lokin. Snild. Já, áður en við drögum hér í leiknum, ég ætla að minna ykkur á það að þið getur farið inn á Facebook síðuna hjá Ringtorg og læka hana því að hér strax eftir auglýsingar þá ætla ég að draga út vinningshafan í þessum leik. Þannig að það er síðasti sen núna að fara inn á Ringtorg inn á Facebook. Get ég? Já, þú máttu vera með, það er pínu skrítið ef ég dreig þig. Þannig að lækið það og svo drögum við ferð til London. Já, þetta er ekki random, þú velur einhvern sem heitir eitthvað. Nei, ég dreig bara hérna. Ok. Bieski og Reykjavíking kynna í 7. sinn Icelandic Tattoo Convention Tattoo, tónlistar og bílafestival 7., 8. og 9. júní á Bar 11 Svo Bieski og Bar 11 Kíktu á fmiceland.is Mikið úrval af heimilis, ferðunar og snyrtivörum Háskólinn á Bifröst býður upp á frumgreinanám sem veitir góðan undirbúning fyrir háskólanám. Innritun stendur yfir. Kynntu þér málið á bifröst.is. FM 95 blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Ég ætla að enda þetta hér á því að draga vinningshafan í Ringtorgsleiknum og það er Friðmey Jónsdóttir sem er vinningshafinn og er hún núna búin að vinna sér ferð fyrir 2 til London með Iceland Express. Var flug fyrir 2? Já, þetta er fínasti vinningur þarna á ferð og Friðmey Jónsdóttir eða út að hlusta. Hjartanlega til hamingju, takk þú náttúrulega skemmtilega með þér. Hugi, ég þakka þér kærlega fyrir að hlaupa hér í skarðið í þetta. Takk fyrir mig bara, þetta var virkilega skemmtilegt. Þú varst stemming að hafa, þú ert reyndar ekkert búin að meiða það svona eins og ég vildi. Ég held að það sé ekki skemmtilegt að meiða sig í útvarpi. Ég var reyna að fá hann til að taka einn ofurhuga hérna svo þessi. Akkur við geta bara tekið upp á síman og posta þig. Já, það það sama. Ég var slegin daginn, maður sláði. Nei. Það sló í gegn. Ég let slammi hérna. Ok, snild. En það leið mér að berja það einu sinni. Nei. Leið mér að klípa það allavega. Þetta er búið. Herru, þetta er búið. Ok, það er komið að lokum hjá okkur í dag. Takk ég vel á mútið Rikka G sem er að mæta hérna í stúdíó. Ég vona að hafa það sem allra best yfir helgina. Minni á það er KR IAK í kvöld. Og svo náttúrulega EM alla helgina og nýr þáttu með Helga Björns sem byrjar á sunnudaginn og heitir Sprettur. Hann var einmitt í spjallið hérna hjá okkur áðan. Og bara það sem er allra best. Er ég aftur á mándagina? Nei, þetta fyrst þú vilt ekki vera ofurhuga, það var aldrei að koma aftur. Hann verður mættur hérna Björn
Bragi hins vegar á mánudaginn. Tekið næsta fyrsta frá. Í mikilli stemmingu. Ég ætla að enda þetta á lagi sem sennilega mest spilaðasta lagið bara í sögu FM 95 Blö. Takk fyrir hlustuna. Hlustendavelun FM 957 2012. Söngvari ársins. Söngur ársins það Jón Jónsson. Vissu þið að smálán Kretía fljót? Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn Kretía, einföld þjónusta. Klassískur, ítalskur og laufléttur. Nú getur valið á milli 3 tegunda af botnum. Panta á dominos.is eða í síma 58-12345. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig Damfilm kynnir, hún myndar klíkur, brýtur reglunar og svipar til móður sinnar. Bráðskemmtileg rómantísk gamamynd með Miley Cyrus og Demi Moore. LOL, frumsýnd 8. júní í Sambíónum. Tilkynning til sælkera, nýr og gómsætur matseðill. Sjáumst. N1 Skemmtilegri. Hamborgarafabrikan fæst í Hagkaup. Fabrikuborgarar, fabrikusósurnar, grísarifin, fabrikuísin, skyrtertafabrikunar og gulrótar. Nýtt hjá hraðpenningum. Við höfum lengt lántökutíman. Nú lánum við þér í alltaf 30 daga. Send okkur SMS í 1917 eða farðu á hraðpenningar.is. Betri þjónusta. Núna. Hraðpenningar.is. Vilt þú eiga möguleika á eignast þinn eigin Lazy Spar heitabort? Taktu þá þátt í sumarleik Lays. Allar upplýsingar á lays.nu. Kveðja, Lays Snack. Þetta eru appelsín grillveðurfréttir. Grillveðrið, föstudaginn 8. júní. Prýðileg grillskilyrði víða land, þó hvassara suðaustanlands, þannig að hotfirringar velji þykkar sneiðar. Þær fjúk ekki. Og 2 lítra flöskur á appelsíni. Þurft víðast hvar og hiti 7-15 stig, þannig ekki ráðlegt að grilla bera á ofan, nema kannski á höfuðborgarsvæðinu og þá aðeins í góðu samráði við nágrannana. Veriði sæl. Það appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. Friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli.